Gott kvöld, Ívar hér hjá Flugsmiðjunni. Í þetta skipti ætla ég að nýta flugu sem laxafluga og eftir Sigurð Héðinn. Þetta engin önnur en flugan Haugurinn sem sennilega hans þekktasta fluga og hefur hlotið einróma lof með veiðimanna. Allavega þeirra sem ég þekki til, þeir eru mjög hrifnir af þessari flugu. Og þetta ekkert voðalega flókin fluga og veiðir vel. Fyrsta sem við setjum niður á fluguna skottið á henni eða stélið og það má vera hérna long tail. Þannig að þetta nægt alltaf hérna út úr sennilega myndinni. Það verður þetta einhvern veginn svona. Í stélið af flugunni koma svona bláir, svona blátt perlu tinsel, 2-3 stendingar cirka, látum 2 bara duga og þeir koma í skottið og leggjast ofan á sem sé svörtu hárin. Svörtu hárin eru sem sé bucktail eða hjartarhali. Fæst í flugunýtingabúðum all land, gerir ég ráð fyrir. Svo búkurinn á þessa flugu, næsta skref, og búkurinn úr perlutinseli. Og ég búinn að taka til hérna perlutinsel, þetta með 2-falt, ég nenni ekki að vera að vefja þessu einföldu alltaf. En perlutinsel flott efni og allt sem fer undir perlutinselið í rauninni endurspeglast í gegnum það svona á einn eða annan hátt. Við viljum bara sjá það á eftir. Og svo taka þess að 2 enda hérna, leggja þá aftur, þá verða þeir ekki fyrir og þetta rennur ekki neitt til. Ég myndi alltaf nýta allt svona efni eins og ég var að nýta þetta allt svona. Við þurfum að passa okkur samt að skilja eftir pláss fyrir hausinn að því að hann á eftir að koma á fluguna og hausinn rauður eins og tunninn. Nú þetta komið. Festum við þetta hérna niður með nokkrum svona þéttingsgóðum varningum. Klippum svo perlutinselið í burtu. Næst á þessa flugu kemur skegg og það úr blárri hanafjöður. Þá kemur skeggið hérna, við þurfum að mæla það niður. Þetta cirka bát lengdin sem við viljum hafa, ekki hafa þetta langt. Og þá klippum við þetta bara hérna niður, akkurat svona. Og þá kemur skeggið á hana hérna. Svona. Og snúðum við á réttan kjöl, kíkjum hérna undir, skeggið alveg beint eins og við viljum hafa það. Og næsta skref á þessa flugu hérna vængurinn sem svartur íkorni. Það var einhvern veginn svona. Það var tóttið langan. Það smekksatriði bara milli manna hvort þeir vilja hafa þetta langa vængið ekki á flugur og ég ætti að læta mönnum bara að rífast það. Ég ætla ekki að blanda mér í þau mál. Það til flugur long wing útgáfur og long tail og svo til með styttri væng og minna efni fyrir lagra vatn. Nú notum við þetta trix hérna lökkum íkornan. Rétt smitt hérna í lakki í endan á hárunum. Svo slökum við hárunum bara hérna niður, grípum við með tvinnanum, svona. Og þá stjórnum við dálítið mikið ferðinni eftir þetta sko. Þetta þræl skemmtileg aðferð og góð aðferð til þess að festa niður hárvæng og flugu, sérstaklega íkorna. Það lakkan svona undan.
samkvæmt bókinni sem ég er með þetta fyrir fram á mig, þá koma 2 svona bláir svona yfir vænginn líka. Og lefa hann að fylgja með. Þú vonum við séum ekki að móðga höfundinn með þessu. Það er þessari góðu flugu. Þá koma þessir bláu angar eða þetta bláa perlutinsel hérna yfir. Og búin til góðan haus á þessa flugu. Þá er þetta orðið bara svona. Klippa hérna aftan af hálmarunum. Aftast og stytta þetta aðeins svona. Og þá er flugan bara eiginlega tilbúin. Kíkja hérna á allan hringinn, þetta er líka góðu lagi. Haugurinn. Þræl lúkkar þessi fluga. Því verður ekki mótmælt, þetta er alveg geggjum fluga. Þá er ekkert annað eftir en að bara bregða á þetta hausnút. Við erum að nýta þetta dálítið stóran krók, nr. 8, 23. En það er bara gert til þess að þið sjáu betur hvað er í gangi. Uppbygginguna og aðferðina við neytinguna. Komin hérna hnútur á þetta. Þá bara klippa hann í burtu og eina sem eftir er að gera er þá bara að bregða á umferðalakki. Hún kemur hér. Það er að henda á þetta lakki yfir, sjálfsögðu yfir hnútinn. Þetta alltaf að lakki opna stóra flugur. Svona veittur og buðvot, þá var þetta alveg solid. Svo er alltaf að fara inn í hérna þetta gati hérna með lakkið og lakkisárið sem verður þetta á milli. Passa samt þegar þið dragið nálinn út að það sé alveg örugglega að augað sé ekki blind. Þá er þessi skemmtilega fluga eftir hann Sigurhéðinn klár, hugurinn. Ég þakka ykkur kærlega sem að fylgdust með og þakka ykkur öllum fyrir áhorfið og við sjáum stress og kátt í næsta vídeo þegar við gerast áskrifendur á rásinni, deila vídeónu og setja like á vídeónu. Sjáumst í næsta vídeo, takk.